Komið sæl. Í þessum myndbandi ætlum við aðeins að skoða Prusa Slicer og hvernig við undirbúum hluti fyrir 3D-prentun sem að við erum tilbúin með. Við ætlum aðeins að skoða hvernig við notum þá þennan hugbúnað til þess að undirbúa hlutina þegar við erum búin að tekna þá í Fusion og erum að færa þá í form þannig að við getum byrjað að 3D-prenta þá. Til að byrja með þá þurfum við bara að sækja Prusa Slicer á prusa3d.com og inn í software þá getum við fundið hérna bara nýjasta Prusa Slicerinn og þá fáum við, þegar við erum búin að setja hann upp, þá fáum við þennan hérna glugga. Við förum bara hérna í Next og við getum loggað okkur inn ef við viljum. Við ætlum að nota hérna, notum bara þetta hérna allt saman og þá þarf hann hérna að downloada greinilega. Ég hef ekki sett upp Prusa Slicer í þessari tölvu. Þannig að við byrjum bara hérna alveg á grunni, öll saman og þá við ætlum ekki að nota þessa prentara, heldur ætlum að nota custom printer, Prusa Research hérna. Við ætlum að nota MK3S og MK3S Plus og hökum hérna við 4 mm nozzle. Við getum alveg sett inn fleiri prentara ef við viljum, en þetta það sem við erum aðalega að nota hjá mér í frumgerðarsmiðjunni. Við þurfum þess ekki, ef við viljum þá getum við nota hérna Ultimaker eða Creality. Við getum sett inn Creality prentaran hérna líka. Og það þá Creality CR10 Max sem að CR10 Max með 0,4 mm nozzle. Ef við viljum nota þennan prentara sem líka í frumgerðarsmiðjunni. Filament setjum bara, þetta bara svona standard filamentin en það eru hérna filament sem við getum þá sett inn seinna. Þetta ekki eitthvað sem við getum ekki breytt eftir að við erum búin að setja þetta inn. Það allt í lagi að hafa þetta bara hérna, þetta basic, og sem getum við bara sett inn auka filament ef við viljum og þá erum við tilbúin. Þannig að þá ætlum við að láta hana installa því hérna öllu saman og við ætlum að nota þennan hérna og þá fáum við vinnuplássi hér. Til þess að nota eitthvað þá ætla ég að fara bara hérna inn á Thingiverse og ég ætla að sækja mig bara hérna einhvern einfaldan hlut og sækjum bara þetta sem ég var að skoða hérna í 3D prentara vídeóinu og ég get þá farið hérna bara í Download All Files og má ég sjá ef ég fer hérna, ég ætla bara að extrakta þessu ekstraktum þessu bara hér og þá fæ ég svona fæla og ég get einfaldlega bara, ef ég vil, þá get ég fært þetta svona hérna yfir og það getur tekið nokkra sekúndur að loadast. Og þá ég komið með hlutina hérna inn. Ég á að geta fært á svona til eftir hentisemi. Þetta sitthvor hluturinn. Og þá þeir tilbúinir hérna á plattanum hjá mér. Það fyrsta sem við viljum kannski skoða er print settings hérna. Raunar getum við reyndar, ef við förum aðeins tilbaka, að hérna svokallað beginner mode, normal mode og expert mode. Fyrir ykkur þá í flestum tilfellum hægt að nota bara beginner mode, en við fáum aðgang að fleiri svona featusum ef við erum hérna í expert mode. Og ég ætla svo sem ekki kafa það djúpt í þetta að það make sense, en jú, ég seti þetta hérna á expert mode. Fyrst viljum við athuga í hvaða gæðum við viljum prenta þetta. Viljum við hafa þetta bara mjög gróft og prentaðinn tekið mjög stuttan tíma, eða viljum við hafa þetta rosalega mikil gæða á þessu. Og þessi hérna tala 0,05 mm þýðir í rauninni hversu hátt hvert layer að setja ásnum.
og ef ég fer hérna bara til að sýna ykkur í Slice Now að þá á hana að þá er henni rauninni að búa til hérna G-kóðan fyrir okkur sem að prentarinn finnur, þannig að hann er rauninni að búa til sem sagt nákvæmlega hvar hausinn á prentarunum á eftir að ferðast. Þannig að þá slæsar hann þetta svona, það tekur nokkrar sekundur og þá getum við séð hérna hvernig það mun svo líta út. Og þá sjáum við hérna að sem sagt ef ég þysa hérna niður þessari hérna stiku, já, ég ætla að það er kannski betra að ég geri þetta svona. Ef ég þysa niður þessari hérna stiku, þá get ég séð nákvæmlega hver leir lítur út. Þannig að sem sagt þessi hérna og þið sjáið þá í rauninni að hvernig hann myndi vera að ferðast prentarinn. Þannig að hérna hver einn og einasti leir fyrir sig og það er þessi hérna lóðréttastika og láréttastikan hérna sýnir okkur hvar prentarinn er á hverjum gefnum tímapunkti. Og við getum breytt þessu ef við viljum, en við ætlum ekkert að fara út í það. Það er svona aðeins meira fyrir lengra komna til þess að átta sig á því. En jæja, ok, við erum búin að ákveða við ætlum að vera með 0,15 mm quality. Við gætum líka verið með betra quality eða hraðari, en hérna niðri, og við sjá, nú ætlum ég bara að slökkva á þessu hérna niðri, þá sjáum við í rauninni hversu langan tíma þetta tekur. Þetta viðkomandi prent tekur 8,26 mínútur. Það mun nota 44,9 grömm eða 237 millimetra af efni. Nei, fyrir ekki 15,5 metra af efni. Þetta eru rúmmetrarnir og svo framvegis. Þannig að hérna, við getum notað þessar hérna upplýsingar til þess að sjá í rauninni hversu mikið, öll statistíkin um prentið okkar. En við gætum, eins og við sjáum hérna, að svona lítur hluturinn út að innan. Hérna er eitthvað sem við köllum hérna infill og við gætum verið með 5% infill eða 0% infill ef við viljum hafa þetta alveg holt að innan, alveg upp í 100% infill. Og til að sýna ykkur munun á 15% og til að mynda 50% og þetta tekur örugglega smá tíma. Við sjáum hvað er miklu þéttara hérna innfillið á þessu. 15% er yfirleitt fínt fyrir flesta hluti. Þetta fer eftir hversu sterkar hluti maður vill prenta út. En maður verður þá líka að hafa í huga að veikasti hlekkurinn er alltaf á milli layerana hérna. Hann er frekar öflugur í rauninni í þessa átt. Hann er frekar óöflugur þar sem að layerarnir bindast saman. Það er ágætt að hafa það í huga ef þið ætla að búa til eitthvað sem er hérna, þarf að hafa mikinn styrk í sér. Og síðan náttúrulega lokum þá hvaða efni þið ætla að nota. PLA er svona þetta standardefni sem maður notar yfirleitt, en PETG, ef maður vill hafa það meira vatnshelt, PLA er á það til að drekka í sig vatn. PETG er á það til að vera meira sem sagt, stöðugt, það er ekki eins mikið af svona mikrogötum í því eins og PLA-ið. ABS-ið, mér finnst yfirleitt PETG bara hafa öll þau gæði sem ABS-ið hefur og meira, en ABS getur alveg verið fínt efni líka fyrir svona ákveðna þætti og það getur verið fínt bara hreinlega að googla sig í gegnum það og hérna finna það út nákvæmlega. Við getum farið hérna inn í print settings, hérna getum við séð nákvæmlega sem sagt hvernig innfillið á að vera. Hvernig fill patternið á að vera, eins og hérna erum við með eitthvað sem heitir gyroid sem að lítur svona út.
þetta er svona waveform, en við gætum haft þetta frekar til dæmis triangles, prófum það, og við ætlum að vera með þetta í, segjum 20%, og við slæsum þetta núna, að bara sjá munin á því, og það getur svona, til að byrja með þá skiptir þetta ekki miklu máli, en þegar maður er komin aðeins lengra og er virkilega farin að pæla í hvernig hluturinn á að vera stöðugur að innan, þá getur þetta haft áhrif á stability, hversu stabílt mótilið er, og hversu mikið efni við erum að nota á alls konar svoleiðis. Þannig að hérna er svona triangular pattern og alls konar fleira í þeim dúr. Brim er svo annað sem er gott að hafa í huga, að ef við erum með hluti eins og þessi hérna tveir, þar sem að eins og til dæmis þessi hlutur, hann er ekkert svo fastur hérna á borðinu. Það er ekkert svo mikið flatarmál sem að snertir borðið. Þessi hérna hlutur eru allt í lagi. En ef við ítum hérna á brim, að það er þá hérna þá býr hann til svona eins og svuntu í kringum það. Og þá er meira flatarmál sem að snertir borðið. Hérna er það. Síðan erum við með eitthvað sem heitir supports. Hérna, supports, að þau ef við erum með eitthvað overhang og við getum skilgreint það, og þetta er einmitt það sem að þið þurfið aðeins að rannsaka fyrir ykkar módel, að í print settings, að þá getum við farið hérna í support material og við getum haft hérna overhang threshold. Hérna getum við skilgreint, Já, nú geta skilgreint þetta sko. Já, hérna geti aflæst þessu, held ég. Modified. Já, ég get aflæst þessu. En allavega, að sem sagt, þetta er þá skilgreiningaratriðið fyrir það hvenær hann mun búa til support efni. Og ef við myndum setja hérna, prófum bara að setja hérna, supports everywhere, sjáum hvað hann gerir, að þá ætti hann að búa til stuðningsefni, alls staðar það sem að overhangið er meira en 50%. Núna sýnist mér ég vera að lagga, mögulega er tölvan að nota rosalega mikið af rami hérna. Sjáum hvernig það text. Sjáum hérna, hann fyllir þetta alveg af supportefni. Þetta er algjört overkill, við þurfum ekki svona mikið af supportefni. Ekki fyrir þetta mótil, ég veit það bara vegna þess að prentarinn, hann myndi alveg klálega geta höndlað þetta. En í hugbúnaðinum þá er búið að skilgreina hvar supports og overhangs og allt þetta á að vera, og stundum þarf maður að vera dálítið lunginn að modifya það. Við getum haft hérna support on build plate only, þá er hann ekki að supporta hérna sem sagt á milli plast í plast, heldur bara frá borði í plast, og þá kemur það eins öðruvísi út. Og sjáum við að það er aðeins minna supportefni, þá er hann hérna bara alveg í byrjun. En síðan getum við líka gert hérna, platter, við förum hérna aftur í módelið, þá getum við tekið þetta hérna módel og ég get paint on support, og þá getur skilgreint nákvæmlega hvar support á að vera. Þannig að hérna ætlum ég bara að segja að það á bara verið support, segjum bara hérna, bara þessum hérna stað. Og við setjum hérna support on enforces only, slæsa þetta. Þá ættum við að sjá, hérna er bara support og það er alveg support í gegn. Þannig að svona er hægt að svona leika sér með þetta og vera bara með support á ákveðnum stöðum. Af því að support er bæði þetta sóun á efni, en eins er þetta líka að þetta getur eyðilagt áferðina á hlutnum sem við erum að prenta út sjálfan.
Þannig að eins og til dæmis þessi hérna hlutir eiga að passa saman og maður á að geta rennt þeim svona, að ef við værum með support allstaðar, að þá er svo mikið að hrjúfa yfirborðið út af supportefninu að þetta gæti verið rosalega leiðilegt að vinna með. Gæti þurft rosalega mikið post-processing. Þannig að þess vegna erum við að reyna að vera varkár með að nota ekki support nema við absolutt þurfum á þeim að halda. Hvað meira? Við ætlum bara að eyða þessu hérna supporti. Sjá. Förum bara aftur hérna og ég get gert til dæmis Ctrl-Z eða þá að ég get farið hérna og sjá, Shift, ef við höldum inn í Shift og strókum við það svona út. Þannig að þetta er óþarfi. Ég get náttúrulega skala þetta upp. Það er eitt sem er mjög gott, það er hægt að gera, er að stundum fáum módel sem að snúa vitlaust, að þá getum við ítt hérna á Place on Face og þá getum við látið hann hérna leggjast á aðra fleti. Ég gæti líka, ef ég vil gera það, þá get ég farið hérna og ég get snúið honum. Ég get snúið honum bara til dæmis í þessa hérna átt. Þá vil ég frekar hafa hann svona. Sem hann náttúrulega meikar ekkert sens af því að þann snertir ekki neins staðar. En ég gæti vilja gera þetta. Gera þetta svona. Og þá hérna til dæmis þyrfti ég að vera með support on build plate og þá myndi hann búa til support fyrir mig. Þá myndi hann snúa þessu og support hérna undir þetta allt saman, sem í sjálfum sér meikar ekkert sens í þessu samhengi en í sumum tilfellum þá gerir það. Hvað meira? Já, við getum líka hérna, ef við ákveðum að ekki nota allt módelið, við viljum ekki prenta allt módelið, og getum við setta svona niður og látið hann bara slæsa þetta svona. Já. Og við getum látið hann slæsa þetta svona. Þá sekkur hann svona ofan í og þá í rauninni sker hann af því. Þá prentar hann þetta bara svona. Þá er þetta ekki, hérna, þá prentast ekki allir hluturinn. Og það eru fleiri svona alls konar hérna, featurear í þessu forriti sem við getum notað til þess að manipulera módelin okkar. Við getum skalað þetta upp, við getum skalað þetta niður og við getum gert alls konar þannig við módelin okkar af því að, eins og ég segi, plastið á stundu til að þenjast út í prentun eða minnka, það fyrir eftir því hvort að við erum að, hérna, hvernig við horfum á það. Þannig að stundum viljum við hafa módelið kannski 4% stærra heldur við teiknum það, bara einfaldlega út að plastið þenst út eða eitthvað þannig. Þannig að þess vegna viljum við nota þessa featura í þessu. Nú, þegar við erum tilbúin, við erum búin að slæsa, allt er ready, þá förum við hérna niður og hérna er svokallað export G-code. Við getum setta hérna á, þá þurfum við að setja inn SD-kortið sem er í prúsunni. Við erum með svona millistykki í labinu. Þá setjum við SD-kortið á prúsunni í millistykkið í USB-port og hérna getum setta inn á SD-kortið. Þannig að, já, þetta er í rauninni bara myndbandið og það er ykkar vinna að vera tilbúin með þetta fyrir prentun þegar þið komið til mín. Já, flott. Það var þetta tilbúið.